Þar sem ekki fleiri hafa óskað eftir að taka til máls, þá förum við í dagskrárlið númer 5. Það frumvarp afnám einkaleyfis áfengis- og tóbaksverslunar ríkisins á smásölu áfengis og það bæjarfulltrúi Sóley Björk Stefánsdóttir sem tekur til máls. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Þetta ekki fyrsta sinn sem að áfengisfrumvarpið kemur til umræðu í þinginu. Þetta reyndar í þriðja sinn sem að þetta frumvarp endurflutt með mjög óverulegum breytingum. En á síðasta þingi bárust tæplega 50 umsagnir frumvarpið og nú þegar eru komnar inn 7 umsagnir frá aðilum sem ekki sendu umsögn á síðasta þingi. Þetta hljóta að teljast ansi kröftug viðbrögð við jafn margframlögðu máli. En þar sem ég hef enga persónulega sérfræði þekkingu á þessu málefni, ég get alveg viðurkennt ég hef drukkið minn skammt af áfengi, en ég hef líka alveg oft sleppt í að drekka áfengi í lengri eða skemmri tíma. Og ég hef þannig að sé ótrúlega litla skoðun á áfengi sem slíku. En ég hef ótrúlega mikla skoðun á því hvernig við eigum að haga ákvarðanatöku í samfélaginu. Og ég tel lykilatriði að hver ákvörðun sé vegin og metin út frá því hvernig hún snertir við hinum ýmsu hópum samfélagsins. Ákvörðun sem kemur til með að skaða marga eigi sérstaklega að vanda. Og þess vegna svo gott að sé svona margir að senda inn umsagnir áfengisfrumvarpið, aftur og aftur og aftur. Það umsögn frá landlæknisembættinu, samtökunum, BSRB, Barnaheill, Barnahreyfingu IOGT á Íslandi, Barnaverndarstofu, Bindindisfélagi ökumanna, Félagi íslenskra hjúkrunarfræðinga, Félagsráðgjafafélagi Íslands, Fjölmiðlanefnd IOGT, Foreldrasamtökum gegn áfengisauglýsingum og ýmsu sveitarfélögum og heilbrigðisstofnunum og svo mætti lengi telja. Þessir aðilar eru sammála að verði frumvarpið að lögum muni það bitna á heilsu og vellíðan fjölda fólks. Það hefur verið bent á þarna í þessum umsögnum þann mikla árangur sem náðst hefur í áfengisforvörnum síðustu áratugi en árið 1997 var neysla áfengis hjá íslenskum unglingum með því hæsta sem mældist í Evrópu en í dag sú lægsta. Og þessi árangur byggir á samstilltu átaki þeirra sem að standa fyrir skipulegu frístundastarfi barna og unglinga og þar eiga sveitarfélögin í landinu mikil hlut að máli enda hafa þau varið miklum fjármunum í uppbyggingu aðstöðu og aukna þjónustu við börn og unglinga. En frumvarpið gengur til dæmis gegn samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi barna en þar meðal annars kveðið á að setja skuli það sem börnum fyrir bestu í forgang og þar Alþingi ekkert undan skilið. En landlæknisembættið rekur í sinni umsögn fjölmargar rannsóknir sem allar benda til þess að einkavæðing áfengissölu feli í sér aukna neyslu sem svo aftur hafi mikil og slæm áhrif á heilsu almennings með tilheyrandi kostnaði. Skaðleg áhrif áfengisneyslu stórt og vaxandi heilbrigðisvandamál á heimsvísu og sérstaklega í hinum vestræna heimi en niðurstöður rannsókna benda til þess að takmarka aðgengi að áfengi sé ein skilvirkasta leiðin til að sporna við aukinni áfengisneyslu og leið draga úr þeim skaða sem getur hlotist af henni. Landlæknisembættið bendir einnig á að löggjöf Alþingis ætti að styðja stefnu stjórnvalda í lýðheilsumálum, svo sem stefnu í áfengis- og vímuvörnum, stefnu aðgerðir gegn heimilisofbeldi, geðheilbrigðisstefnu og heilbrigðisáætlun. En í stefnu stjórnvalda í áfengis- og vímuefnavörnum til ársins 2020 segir meðal annars með leyfi forseta: Með viðurkenndum og gagnreyndum aðferðum unnt að draga úr þeim skaðlegu áhrifum sem neysla áfengis og annarra vímugjafa hefur á einstaklinginn og samfélagið í heild og tryggja velferðarsamfélag þar sem öllum skapað það umhverfi sem best verður á kosið. Stefna og aðgerðir skulu byggjast á bestu fáanlegu vísindagögnum skilvirkni og hagkvæmni. Ef vísindagögn skera ekki úr álitamálum skal fara með gát og hafa að leiðarljósi að stuðla að heilbrigði og velferð fólks. Ég ætla nú ekki að lengja mál mitt frekar. Það alveg ljóst að út frá sjónarhóli lýðheilsu og almennar velferðar þetta frumvarp mikið glapræði og vonandi taka þingmenn mið af þeim fjölmörgu álitum sérfróðs fólks sem tekið hefur sér tíma til að skrifa umsagnir. Vonandi fara þeir með gát
og hafa að leiðarljósi að stuðla að heilbrigði og velferð fólks. Og ég vil semst leggja hérna til bókun sem ég vona að við bara getum öll staðið saman á bakvið, og þetta svona áskorun til þingmanna, hún hljóðar svo: Bæjarstjórn Akureyrar hvetur alþingismenn til þess að hafna frumvarpi sem liggur fyrir Alþingi breytingu á lögum númer 86 frá 2011 verslun með áfengi og tóbak. Sveitarfélög hafa síðustu 20 árin eflt forvarnir gegn áfengis- og vímuefnaneyslu ungmenna með góðum árangri. Í nýjustu evrópsku vímuefnarannsókninni sem frá árinu 2015 kemur fram að íslenskir unglingar eru ólíklegri en evrópskir unglingar til að hafa drukkið áfengi. Landlæknir, heilbrigðisstarfsfólk, samtök lækna og fjölmargir aðrir sem vinna að heilsueflingu og velferðarmálum vara við þeirri breytingu sem felst í samþykkt frumvarpsins og benda á að rannsóknir sýna að aukið aðgengi að áfengi sem verður með mikilli fjölgun sölustaða leiðir til aukinnar neyslu, meðal annars meðal barna og ungmenna. Verði frumvarpi samþykkt stangast það á við stefnu stjórnvalda í áfengis- og vímuefnavörnum, vinnu gegn forvarnastarfi sveitarfélaga undanfarin ár, auk þess að stangast á við aðgerðaráætlun Alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar gegn lífsstílstengdum sjúkdómum sem og nýlega samþykktum heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Bæjarstjórn Akureyrar leggur mikla áherslu á forvarnastarf og setur í forgang að búa börnum og ungmennum sem best uppvaxtarskilyrði. Heilsa íbúa, hagsmunir og velferð barna og ungmenna eiga að njóta forgangs í allri stefnumörkun ríkisins. Aukið aðgengi að áfengi og áróður í formi áfengisauglýsinga gengur gegn því sjónarmiði. Takk. Fulltrúi Sólu Björk hefur lokið máli sínu, orðið er laust. Fulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Nú það aftur mætt í þjóðmálaumræðuna áfengisfrumvarpið og klífur í herða niður þjóðina og stjórnmálaflokka. Ég held að sé einn stjórnmálaflokkur sem svona stendur sæmilega einn og óklofinn í þessu máli. Þetta hefur gjarnan verið hengt á Sjálfstæðisflokkinn sem bara alls ekki rétt, því að ég held að það séu jafn skiptar skoðanir í Sjálfstæðisflokknum eins og öðrum flokkum. Ég get því miður ekki stutt þessa bókun vegna þess að ég einfaldlega ekki sammála forsendum hennar, en ég samt á móti þessu frumvarpi. En það sem samt gott við þetta frumvarp það að það gert ráð fyrir auknum fjármunum til forvarna. Þannig að ég að vonast til þess að einhver vakning verði hjá stjórnmálamönnum þessar lands til þess að setja auki fé í forvarnir. Auk þess að þá það bara alls ekkit víst að með þessu, eða ef þetta frumvarp verður að lögum, að þá bara alls ekki víst að aðgengi að áfengi muni aukast. Bara ég leyfi mér eiginlega efast það. Það alls ekki víst að vöruframboðið aukist. Ég efast það líka. Og það alls ekki víst að verðið lækki. Það í raun og veru þau vísindagögn sem hafa verið lögð til grundvallar þeim skoðunum sem hafa nú helst komið fram í þessu máli, sýnist mér að miði við allt aðrar aðstæður heldur en hér á Íslandi. Hér nefnilega engin venjuleg einkasala. Hérna bara mjög velrekið verslunarfyrirtæki með mikinn opnunartíma, mikið vöruúrval og trúið þið ekki, niðurgreidda álagningu. Málið líka að væntanlega mun stærðarhagkvæmni á dreifingu á þessari vöru, hún mun minnka ef þetta fer hríslast verslunarkerfi landsins eins og það í dag. Hjá einkageiranum ekki neina tekjur á tóbaksgjaldi sem munu niðurgreiða álagninguna að þessari vöru. Þannig að það alls ekkit víst að verðið lækki þvert á móti, að þá spái ég því að verðið muni hækka, sem einn aðal áhrifavaldurinn í neyslunni. Vöruúrvalið það mun minnka vegna þess að einkageirinn, hann einfaldlega stendur ekki undir þeirri fjárbyttingu sem í þeirri dreifingu sem eins og hún í dag. Málið að áfengisgjaldið og virðisaukin eru stærstu verðmyndunarþættirnir á og innkaupsverðið sjálft, það bara skiptir mjög miklu minna máli. Þess vegna spái ég því
Ég reyndar held að þetta frumvarp falli, já, verði ekki samþykkt. En ef það yrði, ímyndum okkur það, að þá myndi aðgengi minnka, verði myndi hækka og vöruframboði minnka. Með öðrum orðum bara alveg fyrirtaksforvörn. Sem sagt, ég bara því miður ekki sammála forsendunum í þessari bókun, þó ég sé á móti þessu frumvarpi. Í frumvarpinu þá gert ráð fyrir hlutverki sveitarfélaga og enn og einu sinni að þá það gert án samráðs við sveitarfélögin. Mér finnst þetta einfaldlega orðið óþolandi. Ég mun þess vegna sitja hjá þegar að þessi ályktum eru borin upp til atkvæða. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu. Ég biðja annan varaforseta bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason að koma og taka við stjórn fundarins og gefa mér orðið. Bæjarfulltrúi Sigríður Huldur óska eftir orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, ég vil nú lýsa andstöðu minni við þetta frumvarp sem liggur fyrir Alþingi og ég mun styðja bókun sem að bæjarfulltrúi Sóley bar hér upp því að ég vil ekki setja áfengi á sama stað og maður fer og verslar í matinn. Eins og hefur komið fram í máli bæði bæjarfulltrúa Sóleyjar og bæjarfulltrúa Baldvins það að þetta heilbrigðisvandamál út allan heim og nýjustu upplýsingar tengt þeim sem að hafa verið í áfengismeðferð á Vogi og hvað það hærra dánarhlutfall hjá fólki sem hefur verið á Vogi versus þá sem hafa ekki verið þar sýnir okkur að þetta mjög alvarlegt heilbrigðisvandamál. Og við sem sveitarfélag og við sem heilsueflandi sveitarfélag að þá eigum við að sjálfsögðu að mótmæla þessu og ekki bara þessu heldur öllu sem að stjórnvöld að leggja fram sem að geta aukið á heilbrigðisvanda inn í samfélagum. Það að í þessu frumvarpi sé líka verið að tala aukið fé til forvarna að þá finnst mér þetta nú svona kannski vera rök fyrir efasemda fólkið það að það sé vont að samþykkja þessi lög því að það slær mig ekki neitt að halda það að forvarnir verði eitthvað miklu meiri verði þetta frumvarp samþykkt. Þannig að ég vona það og skora á alþingismenn að hafna þessu frumvarpi. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Sigríður Huldur lokið máli sínu og tek nú við stjórn fundarins. Orðið laust. Það sem að ekki bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur beðið orðið. Þetta ágætu bæjarfulltrúar, ég get ekki hamið mig að koma hérna upp og spjalla aðeins við bæjarfulltrúa Baldvin. Það tvö atriði sem langar að fara yfir sem annars vegar það að bæjarfulltrúi Baldvin segir það ekki víst að tegundum fjölgi. Ég bara tek heilshugar undir það bara ekkert víst að tegundum fjölgi og það í sjálfu sér ekkert sem að skipti máli í þessu frá þessu vinkli sem ég að ræða. En síðan var það ekki víst að neysla aukist. Og ég var náttúrulega að fara yfir og ég vildi nú, það aðeins í svona samfélaginu, sumir eru orðnir sem fólk orðið pínu þreytt á þessu máli og bara kemur þetta áfengisfrumvarp eina ferðina enn. Og ég fara að eyða tími að ræða þetta áfengisfrumvarp eina ferðina enn. Og ég hugsaði með mér þegar ég bað þetta máli á dagskrá, þá var ég alveg búin að vera að hugsa þetta, þetta bara, eina ferðin, eða við höfum svo sem ekki talað þetta áður, þannig ég hugsaði að það bara fínt að við tökum þetta. En að því að þetta eina ferðin og allt þetta, þá ákvað ég að lesa ekki upp til dæmis úr greinargerð landlæknis allar þær rannsóknir sem hafa sýnt fram á. Og það þannig með vísindi að það aldrei, það engu slegið föstu og það alltaf bara ekki víst. Og þannig hljómaði bæjarfulltrúi Baldvin ótrúlega vísindalega
En landlæknir hins vegar og þessi tugir rannsókna sem eru settar fram í umsögn landlæknis segja allar það næsta víst að neysla mun aukast. Og í þessu samhengi þá ætla ég að aðeins að taka smá sveig og segja frá því ég var á fundi helgina þar sem annars vegar var verið að ræða og við bæjarstjórn Akureyrar ræða við borgarstjórn Reykjavíkur umhverfismál og þar var svona aðeins komið inn á loftslagsmál og daginn eftir satt ég flokksráðsfund hjá Vinstri grænum þar sem var líka eins og venjulega rætt loftslagsmál. Og þar vorum við svona líka svolítið að spá í og sérstaklega svona kannski pínu inspireruð eftir fundum í borgarstjórn, þá fer maður að hugsa að því við höfum svolítið ekki verið að ræða til dæmis loftslagsmál. Og maður fer svona að hugsa hvernig við þurfum að fara að taka þessi stóru mál, getum ekki bara ítt þessu frá okkur að því þetta svo stórt og við svo lítil eða eitthvað. Þannig ég ætla bara að segja, ég hlakka rosalega til að fara að ræða loftslagsmál, en ég leið kvíði ótrúlega mikið fyrir ef þá vera einhvern veginn á þessu að þrátt fyrir að allar rannsóknir eða flestar eða hvernig sem það sýnir fram á eitthvað, þá samt alls ekkert víst að verði svoleiðis. En mér langaði bara svona að koma inn á þetta, en þakka fyrir mig. Bæjarfulltrúi Sóley Björk hefur lokið máli sínu. Það sem ekki, bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér langaði nú svona rétt aðeins að koma upp til þess að gera grein fyrir atkvæðinu mínu, en ég mun samþykkja bókun bæjarfulltrúa Sóleyjar Bjarkar og tek heils hugar undir allt það sem hún sagði hérna áðan. Við bæjarfulltrúarnir frá Framsókn erum nú samþykk öllum okkar þingmönnum það að við viljum alls ekki að þetta frumvarp fari í gegn. Ég hef nú líkt og margir aðrir tekið þátt í umræðu þetta mál og mér heyrir svona allavega við þá sem ég hef talað, það virðist allir vera á sama máli að þetta ætti ekki að fara í gegn. Sveitarfélagið Akureyrarbær hefur lagt mikla áherslu á forvarnir og mér skilst að síðustu 20 árum hefur drykkja ungmenna hér á landi minnkað og ég held að ég velti allavega fyrir mér af hverju ættum að breyta einhverju ef vel gengur. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Ingibjörg Ólöf Ísaksen hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur beðið orðið. Forseti, bæjarfulltrúar. Já, ég mun styðja þessa bókun. Þó að segja ýmislegt í þessu svona sem ég get séð að mætti breyta. Mér finnst reyndar aðgengi að áfengi með indæmi gott á Íslandi. Það eru ótrúlega flottar og góðar verslanir, stórar, rúmgóðar og sjálfsagt mjög spennandi fyrir ungmenni að stíga sem fyrstu skref þangað inn. Þetta svona hulinn heimur. En það líka ágætt að hafa þetta hulinn heim. Því ef þetta komið inn í Hagkaup, þá þetta ekki lengur hulinn heimur. Ef þetta bara rétt hjá nammibarnum og annað. Krakkar eru ekkert að ganga inn í átíðafyrirtæki eða vínbúðirnar. Það því þau mega það einfaldlega ekki. Það engin krakkar að þvælast þar, þau að þvælast á hinum búðunum. Þá þetta stanslaust fram á augun á þeim. Þó ekki bara á þeim forsendum, þá held ég að slakka hans á og huga hvort þetta sé bara ekki fínt eins og þetta það ákveðin þættir sem ég get séð að við gætum litið framhjá. Undan þó, það eru smáverslanir út í svona minni plássum. Við tökum bara til dæmis eins og Hrísey, Grímsey, Hofsós og svona smærri staðir sem má eiga mjög erfitt uppdrátt að bara vera með venjulega verslun. Þetta gæti hugsanlega auki velduna. En samt ekki nógu stór samfélög til þess kannski vera með smá hot frá vínbúðinni, ég veit það ekki. Það mætti hugsanlega ræða þetta að sveitarfélög gætu samþykkt það að sé selt á þessu minni samfélögum. En þó ég sé hlynntur fjölbreytileika, þá þýðir það ekki endilega að gera hvernig sem er. Mér finnst mjög mikil fjölbreytileiki ef ég kem í núverandi vínbúðir. En ég styð þessa bókun.
Bæjarfulltrúi Preben Jón Pétursson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur beðið um orðið. Forseti og ágætu bæjarfulltrúar. Þetta eru alltaf jafn skemmtilegt þegar er að tala um áfengi. Ég vil aðeins byrja að leiðrétta bæjarfulltrúa Sólu. Ég talaði ekki um að tegundafjöldi myndi eitthvað minnka, ég sagði að vöruframboð myndi minnka. Það er enda svolítið munur þar á. Ég held að verði bara miklu minna að þessari vöru í kerfinu almennt vegna þess að fjárbindingin er svo dýr. Það sem er óvinnulegt á Íslandi er að þetta er mjög skattlögð vara og meira skattlögð heldur víðast hvar annars staðar í heiminum. Það sem er reynsla fyrir að fara úr einhvers konar einkasölu fyrirkomulagi og í frjálsan markað, að það hefur gjarnan fylgt því lægra verð. Það mun ekki gera það hér. Því hefur fylgt meira framboð. Það mun ekki gerast hér. Í þessu frumvarpi er líka gert ráð fyrir að, eins og ég sagði áðan, með auknum forvörnum, og það er það sem skiptir fyrst og fremst máli. Þannig að allir faktorarnir sem er talað að minnki neyslu, verðið, aðgengið, framboðið pluss forvarnir, það er það sem skiptir máli. Þess vegna finnst mér gagnrýni frá ágætu embætti landlæknis og fleiri sem hafa tjáð sig þetta mál að það vantar í þetta ákveðna grunnforsendur. Hér er líka talað að þetta eigi að vera við hliðina á nammibarnum í Hagkaupum. Ég spái því að það muni ekki verið þetta frumvarp að veruleika. Málið er það að þetta er það sérstök vara, hún er það dýr í innkaupi, öll rýrnun er mjög dýr, þannig að það sem mun gerast er það að þetta verður svona það sem er kallað shop in shop eða búð í búð. Þetta verður haft aðgreint frá annarri verslun þar sem að öryggiskerfi og annað eftirlit er meira heldur en almennt með annarri vöru. Það þarf nefnilega að selja býsna margar rauðvínsflöskur fyrir hverja sem að fyrir gólfið eða er stólið, og þetta er vara sem er mjög girnileg til þess að stela. Ég stundum tekið dæmi, kannski þekkjum flest, Hagkaup, fyrst að fara að tala um Hagkaup hér í bæjarstjórnarsalnum. Ég ger ráð fyrir að flest ykkar hafi komið við í Hagkaupum á Eiðstorgi. Þar er bara stór og myndarleg matvöruverslun. Akkurat á hæðinni fyrir neðan er nánast jafn stór búð sem að þjónar sama markaðsvæði sem er áfengisverslun. Sjáu þið það í alvöru gerast að sú búð í heilu lagi muni bætast við matvörubúðina sem er á hæðinni fyrir ofan. Það mun aldrei gerast. Það sem er þarna í þessari stóru áfengisbúð þarna á neðri hæðinni, það mun verða einhverjir 3 eða 4 rekkar í búðinni fyrir ofan. Þannig að mín niðurstaða er alltaf þessi, að ef við setjum þetta í einkageirann, þá mun þjónustan stórminnka, verðið hækka og svo framvegis. Og málið er bara ég er alveg sammála bæjarfulltrúa Preben, við erum bara í fínum málum með þetta í dag. Og svona brennivínsbelgir eins og við bara viljum þessa þjónustu og þetta lága verð. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Baldvin Valdimarsson hefur lokið máli sínu. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur beðið um orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, mér sýnist nú öllu að við séum meira og minna öll sammála þó mismunandi forsendum sé. Ég kem nú bara fyrst og fremst upp til að gera grein fyrir atkvæði mínu. Ég mun samþykkja þessa bókun vegna þess að ég er alfarið á móti því að breyta því fyrirkomulagi sem að hér ræðir og til enga ástæðu frekar en þeir sem hér hafa talað til að breyta því. Hvorki vegna þess sem að úlingum og ungmennu snýr eða þá því sölu kerfi sem við erum bara með og hefur þjónað okkur ágætlega. Og við getum orðað þannig að áfengisverslunin er í raun og veru komin í nánast næstu því hvert krummaskuð. Við förum að skoða kort yfir dreifingu á verslunum. En mér finnst bara mikilvægt að orða það líka að við stöndum frammi fyrir mörgum og brýnum málum og ég hef orðið var við það í samfélaginu, held ég bara hjá mjög stórum hópi fólks að velti fyrir sér af hverju erum við að eyða orkunni akkurat í að ræða þetta frumvarp, til dæmis á Alþingi eða hér.
En það að sjálfsögðu öllum frjálst að leggja fram mál og það á að ræða öll mál fyrst eru lögð fram. Kannski hefði verið nær að koma með brýnni málin á Alþingi nú heldur en þetta. En svona bara lífið, en ég mun sem sagt samþykkja þessa ályktun. Bæjarfulltrúi Gunnar Gíslason hefur lokið máli sínu. Það sem bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur beðið orðið. Forseti, ágætu bæjarfulltrúi, ég stóðst ekki á móti þegar Gunnar fór að tala um þetta væri rætt svo víða að við erum að taka umræðan um þetta. Ég ætla ekki að standa upp, en mér finnst bara að þessi umræða pínu hjá bæjarfulltrúa Baldvin vera svolítið sérkennileg, sko, eins að það náttúrulega gert ráð fyrir í frumvarpinu að það sem sagt, þetta velti yfir á sveitarfélögum að búa til svona að setja reglurnar. Mér finnst það pínu svona sérstakt. Ég hef tekið líka með bæjarfulltrúa Preben, sko, aðgengi, og það hefur komið fram umræðan, við erum hérna með verslanir, mjög faglega verslanir víða um land. Að vísu eru búa smærri staðar ekki við jafn glæsilega verslanir eins og við búum til dæmis hér á Akureyri, og við Akureyringar búum ekki við jafn glæsilega verslanir eins og til dæmis Heiðrún í Reykjavík. Auðvitað mótast þetta svolítið á stærð sveitarfélaganna, en hins vegar eru þessar búðir komnar víða um land og ég sé ekki beint að það þurfi að auka þetta fara með þetta inn í búðir vegna þess að það mun eingöngu að mínu mati verða til þess að aðgengi þeirra sem að kannski eru ekki með þetta aðgengi í dag, til dæmis ungs fólks, það verður nær, og talandi um það að þetta verði búð í búð eins og bæjarfulltrúi Baldvin nefndi, það er ekkert skilyrði um það. Þannig að það er náttúrulega, hann benti réttilega á það að þetta er dýrt að halda þennan lager, og það er þess vegna sem ég held til dæmis að smærri búðir munu alls ekkert vera búa til eitthvað búð í búð. Þau munu bara hafa jafnvel bjórdollurnar við hliðina á nammibarnum. Það er ekkert ótrúlega mikið afföll af þeim, sko. Það er detta í gólfið. Þannig að þetta er svona, þess vegna ég mun samþykkja þetta frumvarp, ég ætla ekki samþykkja frumvarp, ég ætla samþykkja þessa bókun. En ég hefði kannski bætt við það að það var einhver góður þingmaður sem sagði það, eða hvort það var einhver fréttamaður sem sagði það, að þegar þetta væri svo búið að ganga frá þessu máli í eitt skipti öll núna á þingi, að þá tækju nú menn sér til og slepptu að ræða þetta næstu 50 árin. Takk fyrir. Bæjarfulltrúi Guðmundur Baldvin hefur lokið máli sínum. Og þá held ég að allir hafi talað sem hafa óskað eftir að tala og við göngum til atkvæða. Þeir sem geta samþykkt framlagða bókum sem bæjarfulltrúi Sóley las upp hér áðan, vinsamlega skrifið merkið. Einhverju móti, og einn situr hjá.